það veruleiki sem við búum við getum ekki breytt í. Ísland mun aldrei hafa áhrif á þessa þróun mála. Það verður bara algjör sturlun að halda því fram að við getum orðið einhverju friðflytjendur eða mótunaraðlar á þetta. Og þá vaknar spurningin, ef að menn eru farnir að hnykla vöðvana, hvar ætlum við að staðsetja okkur? Hvar ætlum við að finna skjólið? Og þau segir þingsályktunartillögunni að það sé rétt að gera það með inngöngu í Evrópusambandið. Og ég segi, það bara eins og hoppa upp í rúm með fötluðu frænkunni sem á leiðinni til sjúkraþjálfara vegna þess að hún veit að það gengur ekkert hjá sér að laga mjöðmina eða bakið eða öxlina. Evrópa getur ekki varið sig. Bandaríkjamenn eru með fjölda herstöða í Evrópu, í Bretlandi og Þýskalandi svo dæmis í tekið. En getur þú nefnt mér einhverja evrópska herstöð í Bandaríkjunum? Nei, ég held að hún sé bara ekki fyrir hendi. Hún er ekki fyrir hendi. Nei. Staðreyndin er svo að ef að menn ætla að gæta hagsmuna Íslands út frá öryggissjónarmiðum, þá er það að halda eins þéttu og traustu og öflugu sambandi við Bandaríkin og hugsa sketur. Því að þegar að allt keyrir koll sem getur gerst, þá er þeir eina vörnin sem að við höfum. Og það er rosalega alvarlegt að sjá hvernig utanríkisráðherrann og utanríkisráðuneytið hafa haldið okkar málum á þessum vísjárveru tímum. Það er búið upplýsa það að hún hefur farið á fjöldafunda með yfirmönnum utanríkismála í Evrópusambandinu og utanríkisráðherrum stóru ríkjana í Evrópu, en hún hefur ekki átt einn einasta fund með æðstu valdhöfum í Washington. Og þetta er ekki gáleysi, þetta er stór hættulegt.